gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við veltum við fyrir okkur hvort að við getum raunverulega talað mikið bandarísk stjórnmál án þess að setja okkur aðeins inn í svona kristnar kenningar sem að þar búa að baki, sérstaklega stefnu núverandi stjórnvalda og kannski mismunandi eftir því hver talar en margir af þeim sem eru í ráðamenn í Bandaríkjunum í dag eiga rætur inn í hreyfingu kristinna manna sem að trúir á endurkomu Krists, trúir á þúsundaráríkið, með svona ýmsar hugmyndir sem eru kannski okkur upp á Íslandi svolítið framandi, en til þess að glöggva okkur á þessu þá hingað kominn Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúarbragðafræðingur og guðfræðingur. Þú komst daginn og samtal vakti nú athygli, en ég ætla að fá þig aftur af því að ég hef verið að tala við Ragnar Baldursson Kína og hann hefur farið svolítið svona djúpt ofan í taoisma og konfúsísisma og er að benda á að það er ýmislegt svona í menningunni sem hefur kannski miklu meiri áhrif heldur en kannski stjórnmálafræði og fleira nær utanum, og ég veit ekki hvort að þetta sé sambærilegt en þarna er augljóst að hugmyndir tiltekinnar kirkju í Bandaríkjunum hefur mikil áhrif á stjórnmálið þar og þar með heimsmálin. Ertu sammála því? Já, algjörlega. Ég myndi ekki tala kirkju eintölu þarna vegna þess að þetta gríðarleg fjölbreytt flóra kirkna, svona trúarhreyfinga sem eiga þarna hlutamáli. En margt í stefnu stjórnvalda byggir að sumu leyti á kenningum sem hafa þróast innan þessara kirkna. Já, algjörlega, og ekki bara núna með tilkomu Trumps heldur hefur þetta einkennt marga forseta Bandaríkjanna undanfarna áratugi. Kannski má segja að Jimmy Carter hafi þar verið ákveðin tímamót, vegna þess að hann skilgreindi sig í kosningabaráttunni sem evangelista, sem frelsaðan kristinn mann og sagði að allt sem hann myndi gera byggði á þeim forsendum, og hann fékk mjög mikinn stuðning og frá ekki síst bandarískum evangelistum á þeim tíma þarna á 8. áratugnum. En þeir urðu að mörgu leyti fyrir vonbrigðum með hann, sem gerði það verkum að þeir snéru sér í staðinn til Ronald Reagans og studdu hann frekar og Carter varð undir á þessari ýmsar skýringar, en Ronald Reagan sömuleiðis alveg vísvitandi sótti á þessi mið og samsamaði sig evangelismannum og varaforsetinn George Bush eldri fékk þaðan stuðning líka, þó að áhersluna hans í þessa átt var ekki eins miklar, en þegar George Bush yngri sonur hans komst til valda, þá setti hann þetta sömuleiðis á oddinn eins og Carter og Reagan höfðu gert. En það eitt að vera svona sannkristinn eins og kannski á við Carter, sömuleyti Bush yngri sem að hélt fundi með Guði, talaði mikið svona samband sitt við Guð og hann hafði það sem leiðarljós í ákvörðunum sínum. Það er svona eitt. Annað er að sækja í svona tiltekna kenningar, að við búum á okkur svona heimsögulegum tímamótum sem að megi skýra út frá guðfræði. Þetta einkynnti reyndar að þessa forseta sömuleiðis og marga af þeim sem þeir röðuðu í valdastöður í kringu sig, kannski alveg sérstaklega Ronald Reagan og síðan Bush yngri. En
þetta birtist í ýmsum áherslum varðandi vægi fjölskyldunar og varðandi ýmis félagsleg málefni innan Bandaríkjanna, en ekki síður í utanríkismálum eins og til dæmis eindregnum stuðningi við Ísraelsríki, nánast sama hvað gerist. Þannig að menn hafa undrið sig á því þessu sérstaka sambandi Bandaríkjanna og Ísrael. Því yfirleitt hegða Bandaríkin þannig að þau meta alltaf eigin hagsmuni. En það má eiginlega út frá svona stjórnmálafræðinni má horfa á hvernig stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael, að það sé raunverulega að skaða bandaríska hagsmuni. Það ekki hægt að sjá hvernig það getur styrkt hagsmuni Bandaríkjanna í sjálfum sér. En rökin eru þá líklega að þetta sé guðfræðileg ákvörðun að styðja ríkja Ísrael no matter what, eins og sagt er. Að hluta til, sko. Þetta helgast að hluta til að því að gyðingar mjög fjölmennir í Bandaríkjunum. Það reynda að skipta skoðanir meðal þeirra til Ísraelsríkis, en það ákveðna hópar þar sem eindregnir stuðningsmenn Ísraelsríkis, og það margir gyðingar í miklum áhrifastöðum innan bandarísks samfélags. Hefur verið hvort sem demokratar, republikanar hafa verið völd. En varðandi Þeir myndir ekki ná þessum áhrifum ef ekki væri stuðningur frá kristnumönnum úr suðrinu. Meðal evangelistana þá myndaðist það sjónarmið svona fljótlega með stofnun Ísraelsríkis að þar væri uppfyllingar á spátum með Biblíun að ræða á hinstu tímum og þetta væri eina sönnunum þess að Biblían væri innblásin af Guði og þessir aðilar líta svo á að það sé sem sagt vilji Guðs að Ísraelsríki var stofnað og það jafnvel breiðist út fyrir botni Miðjarðarhafs, og þeir líta svo á að hver sá sem gagnrýnir það setji sig upp á móti ísraelskum stjórnvöldum sé þar með að setja sig upp á móti Guði og ég myndi segja stór hluti, mikill meiri hluti þeirra sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum aðhyllast þessi sjónarmið og til dæmis þegar að Bush yngri var orðinn harla þreyttur á meðferð ísraelskra stjórnvalda á Palestínu arabum í sinni forsetatíð og fór að gagnrýna ísraelsk stjórnvöld, þá rigndi yfir hann í 100.000 tali skammarbréfum frá reiðum evangelistum sem eru kristni síonistar í rauninni sem kröfðust þess að hann sæi að sér sem hann dró í land í kjölfar þessa þrýstings, en það var þetta í rauninni mikilvægt pólitískt bakland hans í valdastóli. Bush yngri, ég held að sé sjálfsög getur maður ekkert efast að hann hafi verið trúaður og hann eiginlega hluti af þessari hreyfingu. Það sami ekki hægt að segja alveg við Ronald Reagan og Donald Trump, sem að eins og þessi pólitíska ákvörðun að til þess að ég komist til valda með mína stefnu að þá verði ég að gera bandalag við þennan hóp í pólitíkinni og það hægt að horfa til ákvarðana Ronald Reagan sem ríkisstjóra Kaliforníu og svo það sem hann talaði fyrir í kosningabaráttunni og sumt af því framkvæmda svo sem ekki. Það munur þar á og enn frekar þegar kemur að Donald Trump. Þannig þá maður velta fyrir sér, þetta eru þessi menn í alvörunni að reyna að framfylgja einhverju tiltekinni stefnu eða eru þeir að verða að halda sínu svona kjördæmi góðu með því að kasta svona einu beinið hana, eða þetta með það skiptir svolítið máli hvort það sé svona hliðar hluti af bandarískum stjórnmálum eða hvort þetta sé eiginlega verða eins svona meginströmmur undir ríkisstjórn Donald Trump, þó svo að Trump sé nú ekki svona, en engin kórdrengur eins og stundum sagt.
Sko, stuðningurinn við Trump ekki bara bundin við evangelista. Það eru margir aðrir sem styðja hann sömulegis, en evangelistar hafa töluvert vægi, ekki síst vegna þess að svona 20-25% Bandaríkjamanna ýmist skilgreina sig sem evangelista eða eru með sterkar rætur í þá átt, og samkvæmt skoðanakönnun sem ég hef séð vísað í sambandi stuðning evangelista við Trump, þá virðast 80% þeirra sem skilgreina sig sem evangelista hafa stutt Trump í síðustu kosningum, og þetta merkilegt meðal annars í ljósi þess að þegar Trump að berjast fyrir útnefningu í fyrstu kosningabaráttunni 2016, þá var stuðningurinn ekkert svo mikill meðal evangelista við Trump. Hann var jafnvel tortrygginn á þeim forsendum að hann væri bara allt og siðlaus og engin skortur á dæmum sem þar komið fram. En það voru ákveðnir áhrifaaðilar meðal evangelista sem lýstu yfir stuðningi við Trump. Kosningabaráttunni stóð og náðu að fylgja stórum hluta kirkna evangelista, safnaða evangelista víðsvegar Bandaríkin til stuðnings honum. Það var aldrei allir evangelistar stutt Trump. Það hefur alltaf verið hópur evangelista sem fordæma. Það engin skortur til þess að YouTube af hinum og þessum evangelista predikurum, það sem þeir eru að rökstyðja hvers vegna þeir styðja ekki Trump og telja hann stórhættulegan jafnvel. Og ég get nefnt sem dæmi að helsta, eitt mikilvægasta málgagn evangelista á 20. öldinni, Christianity Today, sem var stofnað af Billy Graham, þekktasta vakningapredikara evangelista á 20. öldinni. Það tók afstöðu gegn Trump svona miðbik fyrra kosningatímabils hans og hefur eftir það talað gegn honum, og ég sá nýverið fréttir þess efnis að það var einhver vellauðugir kaupsýslumenn í Bandaríkjunum sem voru að reyna að beita sig fyrir því að kaupa Christianity Today til þess að breyta ritstjórnarstefnu tímaritsins, en eigendur tímaritsins þverneita að selja það vegna þess að það skiptir meira máli boðskapurinn sem þeir standa fyrir en að afhenda Trump tímaritið, svo að þakka niður í þeim. En stuðningurinn gríðarlegur og það þetta merkilegt. Ég til dæmis með svona óforskammaða bók í hendi sem ég hef lesið, sem heitir Trump's Bible. Þetta ekki Biblía Trumps, hann hefur reyndar gefið út sína eigin útgáfu af Biblíunni, þar sem hann bætir við stjórnarskrá Bandaríkjanna, sjálfstæðisyfirlýsingunni, bandaríska fánanum, öllum mögulegu og selur hana dýrum dómum. En þessi tiltekna bók sem ég með hérna, sem heitir Trump's Bible, snýst það að draga fram dæmi gjörðir Trumps, sem eru margar jafnvel síðlustdæmi, og fjöldana allan af yfirlýsingum hans til þess að finna hliðstæður í Biblíunni til þess að sýna fram á að hann sé algjörlega fullkomlega biblíulegur, til dæmis þegar hann segir ég rek þig. Þá reyna þeir sem taka saman þessa bók að sýna fram á að hann tali þar í anda eins af sálmum Gamla testamentisins og einhvað svoleiðis. En það sem sérlega athyglisvert í inngangi þessara bókar að þeir setja oddinn að Trump sé
í fyrra kosningatímabilinu, kjörtímabilinu, bókinu frá 2020, að hann sé 45. forseti Bandaríkjanna. Það sé engin tilviljun vegna þessi 45. kafla Jesaja í Gamla testamentinu sé greint frá Kýrusi, Persakonungi og hvernig hann sem utanaðkomandi valdhafi sem hafi verið útvalinn af Guði þó að hann sé allt annarra trúar og hafi verið smurður sérstaklega Guði til þess að framkvæma vilja Guðs, senda Ísraelsmenn eða gýðinga Júdar nánar tiltekið aftur heim úr herleiðingunni frá Babylóni sínum tíma til Júdeu. Þannig að það getur endurreist Júdeu, endurreist musterið í Jerúsalem. Og þetta gegnumgangandi stef hjá mörgum evangelistum þegar þeir eru að lýsa við stuðningi við Trump, að það skiptir ekki máli að Trump sé gjörsamlega siðlaus vegna þess að Guð getur útvalið hvern þann sem honum þóknast til þess að framkvæma sinn vilja og dæmi sýnir það að Trump sem hafi komið í rauninni bænhert evangelistana ýmislegt eins og að opna fyrir bænir í skólum landsins og að dreifa biblíum og svoleiðis. Þetta sendir á til Jerúsalem. Já, til dæmis að þeir segja engin forseti Bandaríkjanna hefur nokkurn tímann gert jafn mikið fyrir málstað Guðs og fyrir kristna eins og Trump. Ergo, hann notaður af Guði. Og hver er við að hafa einhverja skoðanir á því hvern Guð velur? Hvað sér? Hver er við þá að hafa skoðanir á því hvern Guð velur til þess að fremja verk sín? Það er ekki okkar að gagnrýna Guð í þessum efnum. Og þetta skiptir svolítið miklu máli, sko, hvernig Biblían er túlkuð sem helgirit. Hvers eðlis er Biblían sem helgirit í kristindóminum. Og evangelistar, og það er mikilvægt að hafa í huga, þeir dreifast yfir gegnum fjölmargar kirkjudeildir, mótmælenda kirkjudeildir sem eiga rætur að rekja til mótmælenda. Þetta er ekki ein skipulögð hreyfing heldur meira eins og stefna, það sem við finna hvað þeir eiga sameiginlegt. En það má segja sko að þegar við skoðum evangelistan og afstöðu þeirra til Biblíunar og til samfélagsins að þá eru þeir á skalanum frá því að vera frjálslyndir yfir að vera verulega íhalsamir, yfir fundamentalískir og þegar þeir konur í þá áttina að þá verður meiri áhersla lögð á bókstafstrúarlegan skilning Biblíunar. Má ég spyrja þín að þú varst að tala um bókina svo með, það sem er verið að reyna að finna stað í Biblíunni sem að renna stoðum undir verk og orð Donald Trump. Þegar maður er að hlusta á þessa kallar, og mest kallar, að þá eru þeir sífellt að fletta í Biblíunni og benda á eitthvað eitt vers þarna sem eigi að sanna eitthvað. En ég meina, maður horfir á þetta og maður veit að í Biblíunni getur við fundið eiginlega hvað sem hentar hverju sem sko. Í hverju felst þessi verknaður að ég fer og finna að hérna you're fired, að það eigi stóð í þessu. Af hverju verður það meiri sannleiki með því? Það góð spurning. Sko, ef viljinn fyrir hendi eða brotaviljinn nógu einbeittur, þá getur fundið hvað sem í Biblíunni til þess að réttlæta hvað sem þér þóknast. Og jafnvel þó í þeim tilfellum sem fólk tekur Biblíuna alvarlega, sem í mjög mörgum tilfellum, að þeir sem leggja bókstaflegan skelning í texta Biblíuna og segja að allir textarnir séu jafnir, að þeir túlka Biblíuna ekkert endilega með sama hætti. Þess vegna höfum margvíslar hreyfingar og stefnur og sem jafnvel viðurkenna ekkert einu sinni hverja aðra sem kristna. En sko þetta er grundvallaratriði að sko
það algengt sjónarmið meðal hérna hefðbundnu gömlu rótföstu kristnu kirkna að texta Biblíuna séu ekki jafnir meðan að svona heittrúarhreyfingar vakningakristindómurinn, evangelismin og fundamentalistar og slíkir að þeir hafa tilhneigingu til þess að leggja alla texta að jöfnu. Ég get nefnt sem dæmi sko að Martin Luther á sínum tíma, hann sagði að Biblían í sjálfu sér væri ekki orð Guðs, heldur hefði hann að geyma orð Guðs og það sem hann ávið þar birtist meðal annars í þeirri líkingu sem hann tók að Jatan sem Jesús lá í eftir hann fæddist var ekki orð Guðs, heldur Jesús sem kallar orð Guðs í til dæmis Jónasarguðspjalli að hann lagður í jötuna, þannig að Jatan sem þá stendur fyrir Biblíuna hefur að geyma orð Guðs sem Jesús Kristur eða fagnaðarendi, boðskapur hans og það þýðir að í lúterskri guðfræði það sjónarmið algengt, það eru frávik frá þessu, en það algengt að það bera að gera upp á millitextana, það að lesa alla reikningatexta með gagnrýnu hugafæri út frá fagnaðarendi Jesú Krist. Það þýðir til dæmis að Páll postuli ekki Guð. Hann maður sem hefur þungavigtastöðu í upphafi kristindómsins og að skilgreina kristindóminn á mörgu leyti eins og hann skilar sér til okkar í dag í helstu kirkjudeildunum. En Páll postuli getur verið skeikul, við getum verið ósammála honum. Hann skrifar inn í ákveðna aðstæður sem eru kannski allt annars eðlis en okkar eru. En síðan þessi tilhneiging að líta á Biblíuna að hún sé komin til okkar frá Guði og að höfundin, þó að sé viðurkennt að sé margir höfundar að hinum ýmsu ritum Biblíunar, að þá sé eins og þeir hafi nánast skrifað þetta með ósjálfráðri skrift, innblásna heilugum anda frá Guði, þannig að Guð höfundur hvers einasta bókstaf sem að finna í gríska eða hebreska frumtexta. Þá getur ykkur sagt að hver væri við að fara að setja okkar eigin túlkun þarna inn. Ég meina þetta eru höfundar sem að í gegnum Guðs anda skrifuðu þessu orð og settu það næsta sem við komust orði Guðs. Þannig að þú getur ekki verið að hnika því til að þú settir þig ekki við það. Já, það margir sem segja þetta sem skilgreina sig sem fundamentalista. En þegar við skoðum hvað þeir að segja og hvernig þeir túlka Biblíuna og svoleiðis, þeir túlka Biblíuna, þeir komast ekki hjá því. Við erum öll í einhverju menningasögulegu, félagssögulegu samhengi og okkar nálgun á Biblíuna lituð að því og þegar þeir kannski þekki ekki heldur félagssögulegan bakgrunn textana í hvaða samhengi þeir verða til að þá getur það skekkt framsetningu þeirra á túlkun á textanum og þekki ekki eins og túlkunarsögu textana hvernig þeir berast til okkar. Allt hefur þetta sitt að segja. Og líka afstæða kannski til Biblíunar að þeir líta frekar á Biblíuna sem lögbók sem við höfum að fara eftir á meðan ég næ skýringunni hans Martin Luther sem er vögguna eða jötuna og barnið, að þá það líklega merkingin svo að við getum uppgötvað Guðs orð í Biblíunni. Að það verður ekki til fyrir svona eins og við uppgötum sannleikan eins og við uppgötum fegurðina eða eitthvað slíkt, að það verði til inn í okkur, þannig að orðin geta raunverulega aldrei einu svona haldið orði Guðs. Það merkingin? Já, í rauninni. Og sko það sem Þannig þú getur með því að berja þig í hausinn með orðunum í Biblíunni, að Martin Luther gamli hefði ekki verið ánægð með það. Sko, flestir akademískir guðfræðingar í dag frá viðurkenndum háskólum nálgast Biblíuna þeirri forsendu að þetta safn
bókmennta af ólíkum toga sem verður til á svona hámark 1000 ára tímabili, ég vil innan við það. Og þarna að ræða fjölmargar heimsmyndir, þarna að ræða fjölmargar guðsmyndir. Við getum fundið guðlausrit í Biblíunni, Estrabók, ljóðaljóðin, svo ég nefni dæmi. Og það má segja guðsmyndirnar geta jafnvel verið misþroskaðar eða heilbrigðar eftir því hvers eðlis textarnir eru. En þeir sem tala að við eigum að lesa ritningatextana út frá þessum mælikvarða sem í rauninni kærleiksboðskapur Jesú Krist, fagnarerindið, það segir að það sama gildir allt annað, öll önnur rit, önnur trúarit, forystugreina Morgunblaðsins, hvað við þurfum að lesa allt með gagnrýnum huga. Munurðu sá að mennirnir á baku Trump segja að þetta sé orð Guðs, sko. Já, þessi texti sem þú ert að tala hann bara veraldur texti sem kemur okkur ekki við, en þessi hefur algjöra sérstöðu í heiminum, Biblían. Já, náttúrulega kristnir menn sem nálgast Biblíuna með þessum hætti sem Lúther gera, þeir fókusar á fagnarerindið í þessu sambandi. En þeir sem leggja alla texta Biblíunnar í jöfnu, þeir hafa tilhneigingu til að umbreyta Biblíunni og jafnvel fagnarerindinu þá leið í lögmál. Þannig að Biblían verður eins og handbók þar sem við getum alltaf fundið vilja Guðs í öllum efnum. Í rauninni verður Biblían að ýmsu leið til hliðstæð Kóraninum eins og hann víða notaður meðal múslima og sem lítur svo á að Kóranin sé orð Guðs. Á arabísku hver einasti texti orð Guðs, meðan að það algengast sjónarmið í helstu kirkjudeildunum að orð Guðs Jesús sjálfur og síðan höfum bara mismunandi bókmenntaform sem ég vil kristinmenn ekki eins og sammála það hvaða bækur eiga að vera í Biblíunni sem vitna þetta eða bakgrunnur kristindómsins. Þannig að þá erum við kannski komin í stöðu þar sem að íslamistannir innan Hamas hörðustu menninir í ríkisstjórn Netanyahu og bakhjarlar Trump eru mjög andlega skyld fyrir frið. Það getur alveg verið það. Þegar maður skoðar róttækustu stefnurnar meðal fundamentalista og evangelista í Bandaríkjunum, þá geta það verið harla róttækar og ganga jafnvel út í kynþáttahyggju sem upphefur hvíta, sem merkilegt í ljósi þess að evangelistar eru ekkert bara hvítir, það fjöldi blökkumanna, það fjöldi fólks frá Rómönsku Ameríku. Ég reyndar aldrei skilja okkur ýmsir innan Bandaríkjunum að gera greina mun á hvítum og þeim sem koma frá Rómönsku Ameríku. Fyrir mér þetta það sama, en þarna gerður greinamunur á og þessar stefnur geta tekið á sig mynd grafalvarlega mynd, geta verið bara fullkomlega hættulegar. Bjarni, má ég aðeins fara tilbaka því þú nefndir Billy Graham á hann og ég þegar ég var barn þá birtist bréf frá Billy Graham alltaf í mókunum. Svan mitt, já. Og ég held að ég hafi verið að lesa það og reyna að átta mig á því hvað það var. En ég var að hugsa þetta ekkert þegar ég var að labba í vinnuna að þegar ég að komast til Vitsára eða svo bara átta mig að ég búi í heimi, að þá eru trúarleiðtogar í Bandaríkjunum. Það til dæmis Billy Graham og það náttúrulega Martin Luther King yngri. Já. Mjög áberandi. Já.
Og einhvern veginn, kannski vegna þess að ég hafði ekki nógu mikið vit á þessum árum, að þá finnst mér eins og að trúarleiðtogarnir í dag séu að boða einhvern veginn allt annað erindi heldur en þessir menn. Og þá er ég að velta fyrir mér, hvert fór þessi trúarhreyfing, eða því að sömuleyti hefur sko trú verið skipt meira máli í Bandaríkjunum, heldur en kannski örugglega í Frakklandi, og við getum nefnt fleiri dæmi. Þýskalandi held ég bara líka, og við getum nefnt fleiri dæmi. Það er kannski svona, þetta er líkara vesturströnd Noregs, eða þar sem að maður getur fundið svona svæði þar sem að trú er svona einhvern veginn lifandi þáttur í sko samfélaginu. En hvað þetta bara, ég hafði með barnshuga mínum miðskildi ég þessa trúarleiðtoga þar, eða hafa trúarleiðtogarnir einhvern veginn orðið bara harðari og ákafari? Þetta er góð spurning. Sko, og að bera saman sko, Graham og Martin Luther King saman við þá sem eru ráðandi í evangelismanum í dag er mjög forvitnilegt. Sko, evangelismin er upprunalega komin frá Evrópu og hann berst þaðan til Bandaríkjanna og mótar Bandaríkin rosalega mikið. Og síðast þegar ég var hjá þér þá fjallaði ég ákveðin þungavakta aðila, hvernig hann náði á seinni hluta 19. aldar að móta mörguleyti endatíma skilningu og heimsmynd evangelista innan hinna ýmsu hópa kristindómsins. En það er annað sem skiptir líka máli, og það er að þegar þessar stóru trúavakningar áttu sér stað í Norður-Ameríku, þá á austurströndinni á 18. öld og síðan aftur á 19. öld, að þá voru þær að mörguleyti félagslega þenkjandi, lögðu áherslu á að bæta samfélag manna, bæta stöðu fanga, þeir beindu sjónum sínum að þrælum og þannig koll af kolli. Og á fyrri hluta 19. aldar taka evangelistar að hnakkrífast sérstaklega þrælahald og afstöðunum til blökkumanna í Ameríku. Í norður hlutanum að stærstum hluta þá snúast evangelistar gegn þrælahaldi, menn í Suðurríkjunum þá ýmist styðja evangelistar þrælahaldið eða umbera það. Það er náttúrulega dæmi einhverja sem snýrist gegn því. En sem sagt baptista til dæmis, sem var gríðarlega fjölmennur hópur meðal evangelista í Bandaríkjunum, þeir klofna fyrir 1850 í afstöðum til þessa. Og í Norðurríkja baptista, annars vegar sem síðar á þessari síðustu öld skiptu nafn, en skilgreina sig áfram sem baptista, og síðan hinir í Suðurríkjum sem kalla sig Suðurríkja baptista. Og stór hluti þekktustu sjónvarpspredikarana í Bandaríkjunum á 8. áratugnum og áfram og komu ýmist úr röðum Suðurríkja baptista, sérlega þeir sem voru með mjög íhaldsama skilning á Biblíunni, og síðan ýmsir sem voru hvítasunnumenn að náðgjafavakninga sinnar. En sem sagt meðal Suðurríkja baptista ríkir áfram eftir borgarastyrjöldina í Bandaríkjunum töluvert áhersla á aðgreiningu kynþátta, menn það er ekki til staðar í Norðurríkjunum. Og þetta var jafnvel að mörguleyti áfram enn í dag og skila sér í þessa hvítu kynþáttahyggju sem við sjáum grassera í kringum Trump upp að vissu marki, meðal vissra aðila í kringum Trump. Og eitt forvitnilegt sem gerist þarna fram eftir 20. öldinni er það að skólar í Suðurríkinu sem eru kirkjutengdir með einhvern hætti, tengjast til þess Suðurríkja baptistum eða öðrum kristum trúarhópum þarna, þeir eru leggja margir hverjir áherslu á aðgreiningu kynþátta, það er að segja hvítir
og svartir þeir hafa verið aðskildir. Þetta alveg fram á 8. áratug þegar stjórnvöld fara að beita sér gegn þessu. En sem sagt, Martin Luther King, hann kemur úr röðum Norðurríkja baptista. Billy Graham kemur úr röðum Suðurríkja baptista og Billy Graham breytir að mörguleyti stefnu þarna. Evangelistar í Suðurríkjunum alveg sérstaklega höfðu hnakkrifist hversu umburðarlyndir þær ættu að vera gagnvart öðrum eða hversu hvort þær ættu að taka gagnrýna biblíurannsóknir og akademískum háskólum skyldu taka mark af því eða ekki, þannig að þeir klofna svo í afstöðunni til þessa. En Billy Graham, þegar hann slær í gegn sem predikari rétt upp úr síðari heimsstyrjöldinni og verður alþekktur Bandaríkin svona 1949, að þá til að byrja með fylgir hann stefnu Suðurríkjamanna með því að aðgreina hvíta og svarta. En hann skipti sig skoðun. 1953 þá lýsir hann yfir að hann sé algjörlega búinn að snúast gegn þessum aðskilnaði og hann telji þetta mestu synd og hann neitar að predika hvar sem það sem hvítir og svartir eru greindir í sundur og segja ég predika bara það sem fólk óháð uppruna getur komið saman og það er engin greinamunur gerður á þeim og hann rífur öll hlið og öll bönd niður á þeim stöðum þar sem búið að setja upp og hann fara að predika á þessum forsendum og hann myndar vinatengsl við Martin Luther King og fær með þess að Martin Luther King til þess að predika með sér í predikunarherferðum held ég strax 1957 og síðan þegar réttindabaráttu blökkumanna í hámarki á sérstaklega fyrri hluta 7. áratugarins og Martin Luther King fangelsaður að þá það Billy Graham sem kemur og borgar hann út, leysir hann úr haldi og tekur sér stöðu með honum. Þannig að Graham tekur þarna sem þekktasta andlit Suðurríkja baptismans algjöra afdráttarlausa afstöðu með mannréttindabaráttu og réttindabaráttu blökkumanna á þessum tíma. Hann samt að mörguleyti mjög íhalsamur í siðferðisefnum og svoleiðis en þeir vinna þarna saman. En síðan eftir daga Kings, eftir að hann myrtur 68 minnir mig, að þá eykst þrýstingurinn á Suðurríkinu að breytum stefnu í þessum efnum og eins og ég sagði á 8. áratugnum þá fara stjórnvöld að beita sér alveg sérstaklega gegn þessum skólum, þar sem aðskilnaðurinn og þeir eru sviftir hvað segir maður þeir fram að þessu þá nutu skatta í valnina sem voru tregnar tilbaka þannig að þeir þurftu að borga svimandi háa skatta og það gerir það verkum að þarna eru ýmsir áhrif aðalega eins og Jerry Falwell, Pat Robertson og fleiri sem stóri sjónvarspredikarar sem snúast gegn þessu og verða frægir í Bandaríkjunum fyrir að andmæla því hvernig stjórnvöld að skipta sér að því hvernig þeir haga þessu og þá kemur til söguna dálítið athyglisverður einstaklingur sem hét Paul Weyrich hann fæddur 1942 þannig að hann eitthvað
þrítugt eða eitthvað svoleiðis og rétt rúmlega þrítugt þegar hann fyrir að beita sér í þessum efnum. En hann vellauðugur einstaklingur sem meðan hann stofnar ásamt örfáum öðrum The Heritage Foundation sem svona grundvallarsjóður í Bandaríkjunum til þess að styðja hægri umræðu, jafnvel ultrahægri umræðu innan Bandaríkjunum, jafnvel út fyrir þau til Bretlands og fleiri. Þeir fjármögnuðu mikið til Ronald Reagan á sínum tíma og síðan Trump og svoleiðis. En hann samfærir Falwell og Robertson og þess að kalla það að það sé afleitt hugmynd að setja það á oddinn að það þurfa að berjast fyrir aðskilnaðri hvítra og svartra í einkareknum skólum í Suðurríkjunum og hann leggur áherslu á það við og hann styður þá fjárhagslega og hann leggur áherslu á það við þá að þeir þurfi þvert á móti að leggja áherslu á önnur gild. Hann var sjálfur kaþólskur, hafði upprunalega verið rómversk-kaþólskur og gekk til þessum meltísku kaþólsku kirkjuna sem tengist rómversk-kaþólsku kirkjuna eftir síðari Vatíkanþingið á 7. áratugnum. En hann sem sagt samfærði þá það að þeir þurfi miklu fremur að leggja áherslu á ýmis hugðarefni rómversk-kaþólskra. Það að segja ekkert kynlíf fyrir hjónaband, móti klámi, móti fóstureyðingum. Fóstureyðingar voru nefnilega ekkert vandamál meðal evangelista fram að þessu. Þeir ýmist samþyktu fóstureyðingar eða bara letu fólk ráða því sjálft, voru ekkert að beina spjótum sínum að því. Og hann beinir spjótum, færði þá til þess að beina spjótum sínum gegn samkynhneigðum og það fram til göttunum og setur þetta allt saman á oddinn í formi ultrahægristefnu. Það þýðir að það myndast meðal mjög íhaldsamra rómversk-kaþólskra aðila í Bandaríkjunum og evangelista á ákveðin samvinna þó að þeir séu ósammála mjög mörgum efnum. Þeir eru með gjör ólíkan heimsenda sína, heimsmyndu varðandi endatímana og svo dæmi sér tekið og auk þess sem rómversk-kaþólskir líta svo að þeir sé hinn eina rétta kirkja meðan að evangelista líta svo á að kirkjurnar eigi að ráða sig sjálfar og þeir geta verið ósammála í öllum mögulegum efnum, trúfræðilega efnum þó að grunnkjarni evangelismans sameini það. En það þýðir til dæmis að þegar við lítum á Trump í dag og þá sem styðja hann, þetta meira að menna einstaklingar sem í valdastöðum í kringum hann sem settið þar að trúarlegum forsendum að þeir koma úr 3 áttum í rauninni. Það eru einstaklingar sem eru evangelistar, ýmist postmillennialistar eftir því að þeir eru íhaldssamir kalvínistar eða þá að þeir eru premillennialistar eins og fundamentalistar, stór hluti evangelista og þar með tali hvítasunnumenn og svoleiðis og kristni síonisminni þar innan hús og síðan eru það íhaldssamir rómversk-kaþólskir aðilar og sumir evangelistarnir hafa með sig að vera að fara yfir í rómversk-kaþólskuna. J.G. Vance gerði það, hann samsamaði sig fyrst evangelistum og snýði síðan yfir til rómversk-kaþólsku. Charlie Kirk sem var myrtur nýverið, hann var evangelisti og sem í rauninni var á síðustu vikunum að fá efasemdir kristna síonismans, var farin að efast eftir að hafa varið Ísrael með kjafti og klóm, að þá var hann farin að efast aðgerðir ísraelskra stjórnvalda gagnvart Palestínu og var farin að sveigja sig í átt til rómversk-kaþólsku, eiginkona hans var rómversk-kaþólsk og
og Steve Bannon kaþólskur þessir aðilar taka saman og síðan íhaldsamir gyðingar ýmsir hverjir, Stephen Miller kemur á hópi gyðinga til dæmis þeir allir saman ná að tengjast og við finnum jafnvel hindúa meðal stjórnkerfis Það nú undantekning kannski Já, til dæmis Patel yfirmaður FBI og Tulsi Gabbard þau eru bæði hindúar En þetta fólk kemur saman í ríkisstjórninni til þess að móta ríkisvaldið í anda vilja Guðs Já, en þeir ekkert endilega sammála það sko. Nei, en þau ætla að forma eiginlega allt ríkið og einstaka þætti ríkisins eins og menntakerfið eða dómskerfið og fleira, að það skuli vera í takt við orð Guðs eða vilja Guðs eða hvernig sem þeir orða það. Já. Sömuleiðis þeir vilja breyta Bandaríkjunum í kristið, langflestir af þessum mönnum í kristið ríki. Já, það sko ekki allir og náttúrulega Miller eða þeir sem hindúa þenkjandi myndi ekki sjálfur sér taka undir það. Það eru önnur sjónarmið sem þeir eru að horfa á í þessu sambandi. En það eru þarna þungavekta áhrifa aðilar í kringum Trump og röðum evangelista, svona róttækasta armi evangelista sem hafa tekið upp þá stefnu sem einkenndi ekki svo mjög evangelista lengi að það væri vilji Guðs að þeir í rauninni tækju algjörlega yfir Bandaríkina á öllum sviðum og þeir hafa þessir aðilar sem leggja þetta oddinn hafa verið að skipuleggja sig á síðustu áratugum í þessum efnum með skilverkum hætti og meðal annars notið fjárhagsleg stuðnings frá The Heritage Foundation í þeim efnum sko. En það á bakvið að taka menntakerfið, taka fjölmiðla og svona entertainment og skemmtanir, taka dómskerfið, stjórnsýsluna og sömuleyti þegar maður heyra fréttir að þið vera að reka hin á þessa og reka starfsfólk þarna og reka fólk út úr FBI sem að beygði sig niður á annan hnéð á einhverju tímabili og fleira. Það í anda þessara hugmynda. Við verðum að vinna öll þessi svæði samfélagsins til þess að geta reist hér við réttlátt samfélag. Já, þeir þurfa að skipta út þeim sem eru handbendi djöfulsins í rauninni eins og róttækustu evangelistandi skilgreina það og setja inn trúaða einstaklinga sem standa vörðum grunngildi þessara íhaldsumu kristinu aðila. Til að geta umbreytt samfélagi. Það er ekki til að verja það er til þess að umbreyta samfélagi. Já, það sko fyrirmyndin að ýmsu leyti sko púritanismin á árdögum Nýja Englands. Það er að segja þeir líta svo á að Bandaríkin séu byggð á kristnum grunni frá upphafi. Þetta sé upphaflega kristið samfélag, þetta sé fyrirheitna landið sem Guð hefur gefið þeim til þess að mynda hið hreina fullkomna samfélag. Þeir vísa oft í John Winthrop í því sambandi sem þungavekta aðili með púritana þarna á 17. öld, sá sem til dæmis kom á fót borginni Boston, svo dæmi sér tekið. Hann talar frá honum komin þessi áhersla á borgin á hæðinni sem kemur aftur við sögu í pólitískri bandarískri umræðu og en það líka nokkrir aðrir þungavekta aðilar sem koma fram í sögu Bandaríkjanna sem sömuleiðis móta
þessa sýn á Bandaríkin, það sem Bandaríkin, hlutverk Bandaríkjanna í rauninni að verða guðræðislegt ríki undir stjórn Guðs, það sem Bandaríkjunum stjórnað á grundvelli Biblíunnar og þar skipta máli eins og til þess Robert Louis Dabney sem var kalvínskur Suðurríkja prestur og síðar herprestur í borgarastyrjöldinni, en hann einn af þeim sem studdu þrælahaldið og hvítir kynþáttahyggju sinnar meðal evangelist í dag vísa meðal annars í skrif hans máli sínu til stuðnings þegar þeir eru eins og til dæmis Douglas Wilson sem stórt nafn meðal evangelista og til dæmis sem dæmi Pete Hegseth, hann fylgir þeirri kirkju sem Douglas Wilson stofnaði, en Douglas Wilson hefur til dæmis skrifað ágæti þrælahaldsins í Suðurríkjum Bandaríkjanna, hvað það hafi verið í flestum tilfellum bara rosalega gott fyrir blökkumenn að vera þræla þar, og þetta endurspeglar jafnvel að mörguleyti Hollywoodmyndirnar fram að 7. áratugnum, það sem oft jafnvel rómantísk mynd dregin upp af þessu sælu tímabili í Suðurríkjunum fyrir borgarastyrjöldina, þar sem blökkumenn og hvítir eru rosalega hamingjusamir með hlutskipti sitt. Já, í fallegu jafnvægi frá Guði. Já. Það sem að hvítu er settur yfir hinn svarta. Já. Hegseth, þetta bóka til hann. American Crusade. Nú er hann stæltur, hann er ekki feitur, hann var nú að hella sig yfir feitt fólk hann á fundundaginn. Já. Og hann heldur á bandaríska fánunum. Já. Þetta er táknmynd og bandaríski fáninn í þessu samhengi er fáni þessa fyrirheitna land sem þú ert að lýsa. Já. Þetta er ekki fáni fjölbreytilegu Bandaríkja. Þessir kristnu kynþáttasinnar, þeir líta svo á að Bandaríkin sé í rauninni eigi að vera land hennar hvítu. Sumir umbera blökkumenn og segja að þeir eiga réttin að vera þarna líka, en þeir líta svo að það sé í rauninni bara búið að fylla upp í Bandaríkina, það er ekki að bæta fleirum þar við og það er mikið til að loka landamærunum. Meðal annars þess vegna setja upp múr milli Mexíkó og Bandaríkjanna, þessi múr sem Trump stóð fyrir, en svo orðræða var alveg til fyrir valdatöku Trumps að slíkt þyrfti að gera. Síðan þegar þú komst og núna aftur, þá finnst mér þú tekur upp menn sem að með boðskap sínum höfðu gríðarlega áhrif. Já. Trúirðu því að hugmyndir okkar breytist þannig að það geti ykkur einn komið og plantað? Það er náttúrulega síðara dæmi var náttúrulega maður sem hafði auð til þess að bakka upp orð sín. Já. En þú lýsir svolítið svona þróun hugmyndana þannig að það getur verið svona eitt fræ, getur kveikt ótrúlega mikla breytingar. Já, það geta komið fram aðilar sem geta með því hvernig skilgreina hlutina og sitja fram og tala inn í aðstæðunar geta haft gríðarlega áhrif og stundum verða þekktir, stórnöfn, stundum gerir fólk sér ekki grein fyrir hvaða aðilar þetta voru. Þeir þekkja, sjá afleiðingar þeirra sem þeir búðu og gerðu, en þekkja ekki viðkomandi einstakling. Til þess sem ég talaði þegar ég kom til þín síðast, John Nelson Darby, hann er kannski meðal áhrifamestu guðfræðinga Bandaríkjanna, hvernig hann hefur áhrif á heimsmyndera, trúarlega heimsmyndera, en það er rosalega fáið sem þekkja. Þetta er ekki þekkt nafn og ýmsir af þessum aðilum, náttúrulega Bandaríkjamenn, veit hver John Winthrop er, við sem er fyrir utan Bandaríkjanna þekkjum hann ekkert endilega svo mikið. Og svo saga hvernig til dæmis baráttan gegn
þungunarofi varð svona lykilbarátta eiginlega úr bara var búin til. Hún hefur stundum verið sögð, verið skrifað með bækur og búin til heimildarmyndir. En ég bara velta fyrir mér þetta með hugmyndirnar af því að ef við verum tala út frá stjórnmálafræði, þá verðum við að greina einhverja breytingar í samfélaginu sem að ýta undir einhverja hreyfingu sem að eru að bregðast við oft efnahagslegum aðstæðum og öðru slíku. Það sé valda barátt á ólíkra hópa. Þú, að því að þú ert guðfræðingur og trúarbragðafræðingur, þá er sko fræ orðsins miklu sterkari á þér heldur en ef þú værir sko stjórnmálafræðingur. Sko, ég alls ekki ósammála því sem þú ert að segja út frá forsendum stjórnmálafræðina. Sko, enginn í félagslegu tómarúmi. Allir mótherra sínu samtíma. Þegar segja ákveðna einstaklingar setji mark sitt, þá náttúrulega eru efnahagslega forsendur það til staðar. Af hverju þeir nálgast hlutina með þeim hætti sem þeir gera. Það eru félagslegar aðstæður sem eru til staðar. Þá myndum maður segja eins og með Hegseth með myndin af honum með fánan að þetta er maður sem að út frá einhverju efnahagslegri stöðu eða félagslegri stöðu er óánægður með samfélagið eins og er og hann finnur farveg í þessum trúarkenningum, myndi stjórnmálafræðingur segja. En þú kannski vilt gera meira úr. Ég meina, eitt þarf ekki útiloka hana. Hann getur alveg verið einlægur í trúnni. Hegseth er kannski ekki besta dæmið slíkan einstakling, en hann getur líka leið fundið sér pólitískan farveg, fundið að þarna sé stefna sem nýtist honum. Og til dæmis eins og ef maður skoða J.D. Vance, ég held að hann hafi nálgast evangelisman á sínum tíma upphaflega á þeim forsendum að þarna sé góð leið til áhrifa og ekki góð leið til réttlætis. Því hann var alveg upp í fátækt á svæði sem hafði verið sko við getum sagt svona skilið eftir. Já, hann getur sagt sjálfum sér það að hann sé að berjast fyrir réttlæti, en hann samsama sig hugmyndafræði sem síðar smá saman verður fasískari í hans framsetningu. Það er mjög forvitnilegt til dæmis að hlusta á það sem David Frum, heitir hann það ekki, ræðuritari George Bush yngri í forsetatíð hans. Hann hefur talað heilmikið reynslu sína af J.D. Vance. Vegna þess að þegar Vance er mjög ungur og er byrja að taka þátt í starfi repúblikana og Frum þar þungavíkta aðili, þá er Frum að horfa til yngri manna, hverja er hægt að leiða fram sem forystumenn framtíðina, og hann er meðal annars að reyna að hjálpa Vance, er að aðstoða hann við skrif og annað slíkt, ritstýrir honum svona og reynir að leiðbeina honum. Og Frum er mjög afdráttarlaus í þeim efnum að Vance hafi alveg gjörbreyst á þessum tíma og hann telji Vance stórhættulegan. Frum er sem gamall nýíhaldsmaður með repúblikana þungavíkta aðili, hann er einn af þeim sem snýr baki við repúblikanaflokknum með tilkomu Trumps. Trump gjörsamlega umbyltir repúblikanaflokknum alveg sérstaklega til Bidens, þá nær hann með fjárhagsstuðningi þungavíkta aðalins og Heritage Foundation og líka Musk og annara, að þá nær hann í krafti auðmæksins að taka yfir republikanaflokkin, úthýsa nýíhaldsmönnunum á stórum hluta sem höfðu verið það ráðandi og fylgdu honum að hluta til inn í fyrra kjörtímabili, en stóðu síðan í vegi fyrir Trump þar að reyndi að mínum að ræna völdum 7. janúar 2021 og þegar Mike Pence var á forseti, Holger
gervingun íhaldsins, stóð í lappirnar og neitaði að fara eftir fyrirskipunum Trumps í þessum efnum. Trump að losa sig við alla þessa menn. En frum og þessir aðilar mjög afdráttarlausir í því að þeir segja að republikanaflokkurinn gjörbreyttur, hann hefur færst að verulega leyti í átt til fasisma og farin að boða margt sem var algjörlega í anstöðu það sem Ronald Reagan og félagar stóðu fyrir á sínum tíma, til þess með þessa ofur áherslu á tolla og tollastríð og segja sér hættilega. Og Vance einmitt einn af þessum sem upphaflega að vara við Trump sem bara hliðstæði Hitlers að mörgu leyti þegar Trump fara að þreifa fyrir sig aðdraganda forsetakosningana 2016 en skipti síðan snarlega skoðun á hverju að ganga til liðs við Trump og kemst það til áhrifa. En týndi sonurinn sem tekið opnum örmum og verður varaforseti Bandaríkjanna. Þetta hreyfing í Bandaríkjunum sem orðin pólitísk hreyfing en á sér trúarlega rætur. Á sér líka félagslegar forsendur sem eru við gætum örugglega sagt að aukin ójöfnur í Bandaríkjunum, félagsleg svona los, sömuleyti eftirgjöf í tilraunum til þess að lyfta hinum fátækari í stríði gegn fátækt og margir af þessum mönnum segja að borgarleg réttindi sem að svörtum voru færð á 7. og 7. áratugnum hafa verið mistök. Þannig að sömuleyti höfum við gengið tilbaka frá svona tilraun eftirstríðsárana í því að búa til bara þjóðarheimili þar sem rúm fyrir alla og það eru átök og tog í samfélaginu og líka ótrúlega djúpstæð menningarleg tog þarna. En rótin getur verið pólitísk og félagsleg en hún finnur sér farveg í kirkju raunverulega. Það stjórnmálahreyfing sem tengist trúarbrögðum og það ekki í eina skipti sem við sjáum það í sögunni. Við nefndum þarna íslamista sem að sömuleyti þá hópur sem að upplifir mikið óréttlæti í samfélaginu og þú ert með stjórnvöld sem að reyna að færa samfélagið í einhverja átt og segir upplifa það að það sé fyrst og fremst til þess að hygla yfirstéttinni eða einum ríku eða erlendu auðvaldi þar sem að stjórnvöldin og okkur eru raunverulega leppríki erlendra og þá verður kirkjan sem kannski eina félagslega hreyfingi sem til á viðkomandi stað getur orðið farvegur fyrir andstöðuna og þar mun andstaðan taka svip af trúarbrögðunum en þótt hún sé kannski með pólitískar rætur. Við getum fundið kannski svona veikari dæmum þetta bara til Póllands á tímum Sovétríkjanna þá varð kirkjan eiginlega andstaða af því að það var eiginlega eina félagslega heildin sem til var í samfélaginu þar sem að þú gast komið saman og við getum líka tekið andstöðu Íra gegn yfirráðum Englendinga þar sem að kaþólska kirkjan hefur einhvern veginn alltaf merkingu. Þetta fyrirbrigði kannski merki það að í Bandaríkjunum með niðurbroti verkalýðshreyfingarinnar og ýmis og annað þátt og að stjórnmálaflokkarnir eru hálfa ónýtir og virka ekki og enn síður kannski á þessari öld þegar auðfólki hefur verið gefið bara frjálst að móta það í sinni mynd að þetta kannski dæmi svona samfélag þar sem að kirkjan eiginlega eina svona félagslega heildin á móti ríkisvaldinu og þá getur hún orðið að svona andstöðuafli. Já, ég held að það sé algjörlega rétt kirkjusókn gríðarlega mikil í Bandaríkjunum víða og þó að kirkjurnar séu gríðarlega fjölbreyttar að þá náttúrulega kemur fólk þarna saman og verkalýðsfélögin hafa verið frekar veik í Bandaríkjunum. Þetta kannski helstu félagslegu miðstöð en það sem fólk getur það sem finnur samfélag. Já, það finnur samfélag.
og það skýrir að einhverju leyti þessi pólitísku áhrif ýmsu kirkna innan Bandaríkjanna sem slíkra. Það er alveg rétt að til þess í Póllandi og síðan Írlandi og líka í Austur-Þýskalandi á kommunistatímabilinu þá var kirkjan einmitt eina athvarfið fyrir andstöðu. Austur-Þýskalandi mjög forvunlegt dæmi þetta, þar sem þetta var mörgulegt alræðisríki kommunista og öll frávik voru litin Hortner og Stasi öryggislögreglan beitti sig mjög gegn hvers kyns andófi, en einhverju hluta vegna þá fengu lútersku kirkjurnar þar að starfa nokkuð óáreittar. Og ég hef lesið bók þar sem farið svo skýring á þessu að þegar að á árum Þriðja ríkisins þegar Hitler reyndi að sameina alla mótmælendur í eina kirkju þannig að geti stýrt þeim betur og reynda umbreyta kristindóminum í nasískan í Þriðja ríkinu. Það var fjöldin allur prestum og guðfræðingum sem fylgdu honum. Það var líka hellingur sem snýrist gegn honum og þessi menn voru handteknir og sendir í þrælkunarbúðunni eins og Dachau og svoleiðis, og kommunistarnir þýsku sem hefðu ekki komist til Sovétríkjanna voru sendið þá líka, og kommunistarnir og prestarnir voru oft saman í þessum fangabúðum í þrælkunarvinnunni, og að þeim sökum umbáru austurþýsku kommunistarnir þá presta sem höfðu staðið upp í hárinu á nasistunum og veittu þeim svona visst rými sem síðan andósöflin í Austur-Þýskalandi gátu nýtt sér fram að sameiningu Þýskalands þegar kommunismin hrundi. En félagslegi þættir til þessi Bandaríkjunum geta sannarlega skipt máli, eins og félagslega breytingar. Það sem samfélagsgerðin öll að breytast, pluss með auknu frjálslyndi í kynferðisefnum. Bara breytt staða kvenna er náttúrulega mesta menningabilding sem hefur orðið. Bara tilkoma feminismans. Guðum á þetta kvenna, sko. Já, algjörlega, alls konar svona þættir, pluss það að það er dregið efnahagslegri velmegun í stórun hluta Bandaríkjanna, verksmiðjum er lokað og þessi samdráttur hefur búin að vera stigvaxandi frá sérstaklega 8. áratugnum og alltaf vestnað 9. áratugnum, 10. áratugnum, þannig koll á kolli, og síðan kemur efnahagskreppan, bankahrunið 2008 sem skaðar ekki bara Íslendinga heldur líka fjölmarga Bandaríkjamenn sömuleiðis. Upphafsitt í Bandaríkjunum sú kreppa? Já, nákvæmlega. Að þetta setur mark sitt á þetta fólk. Herðu Bjarni, ég hafði hugmyndir það að fara yfir svona ýmsa þætti í pólitík dagsins og byrja þig að rekja það hérna þessi trúarbragðafræðingur og guðfræðingur til þessar hreyfingar. En þetta er svo áhugavert efni að þetta samtal okkar er bara eins og inngangur. Þannig ég verður bara að byrja þig að koma aftur sem allra fyrst, þannig að halda þessu samtali áfram. Þannig ég held þetta sé mjög mikilvægt að við munum ekki ná almennilegum skilningi í bandarísk stjórnmál nema að setja okkur einhver leyti inn í þetta og kannski að kynnast þessu fólki sem átt að kynnast, og svo er líka hugtök þannig inni sem að þessum mönnum er tamt að nota, sem að við til þess að geta skilið þá verður hugtökin að vera okkur tóm. Ertu til í að koma hingað aftur kannski? Já, máli sko, það mánum við. Við finnum það sem fljótlegast. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið að skilja heiminn, hann er margflókinn og stór og síbreytilegur. Þess vegna eru við náðum við kannski aldrei í skottið á honum, en við reynum. Næsti kappi er eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is.
Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.